Baldur, með graunar að það þungufargi á þig létt eða ekki? Þetta ekki gríðarlega ánægðar að hafa komist í gegnum þetta? Jú, það náttúrulega. Þetta ekkert grína. Komast í 2-0, missaði niður í 2-2, pressan hún eiginlega öll á ykkur eða ekki? Jú, hún svona, þú veist, in the back of my head hún það. Hún alltaf hugsar þetta, 2-0 og bara lalalala. En sko á sama tíma þá þetta samt svona, þetta öðruvísi 2-0 einhvern veginn í haustum á mér sko, af því að þetta bara svo, Jafnileikir. Já, og þetta bara datt okkar megin og Grindavík líka bara, þú veist, þetta í fyrsta skipti í dag sko, sem að Parko og Kane eitthvað svona, þeir greinilega orðnir, þú veist, þeir komnir úr prime, skilurðu, við flest allir í prime. Já. Og bara ógeðslega góðir og erfiðir að spila við og Ólafur frábær og bara, ég meina, þú veist, þetta var bara ógeðslega erfið sería. Og mér eins og ég segi, þú veist, þegar við horfum á gólfið, það eins og ég sé að fagna tilli. Já, þú veist, ég meina bara, eftir svona seríu bara, þú veist, alveg hvað. Það var rosalega, ykkur búið að langa þetta í langan tíma. Stjörnun búið að langa lengi að komast í lokaúrslit. Það langt sem þeir gerðu það síðast. Já, naflinn var með tölfræðinni viðtal á hann, það verið 12 ár síðan. 12 ár síðan? Ekki vissi ég það. Ekki lígur naflinn? Nei, naflinn hlýtur að vera með. Þannig ok, auðvitað bara rosalega ánægður með þennan sigur, en ok, rétt að njóta í kvöld og svo bara undirbúningu fyrir stólana. Já, það náttúrulega svo stutt í þann leik að maður þarf að vera bara glaður í kvöld. Og þú náttúrulega þekkið aðeins til þar, hvernig verður að koma heim á Krókinn? Já, ég kann að keyra þangað. Þekki nokkra sem búa þar, þannig að það alltaf gott að koma á Krókinn. Hvernig seríu má búast við heldur? Það verður eitthvað, ég veit það ekki, það verður eitthvað að gerast þarna. Þeir eru náttúrulega ógeðslega góðir og við þurfum að vera elít til að ná í sigur á móti þeim. Já, það bara hún. Herru, til lukku með sigurinn. Takk.